Góðir grannar, ég sem formaður Hamrabókaráðsins óska ykkur gleðilegs sumars og takk fyrir veturinn. Ég vil byrja mína starfsskýrslu á því að segja ykkur frá því að ég óska ykkur til hamingju með það að sé þegar byrjar framkvæmdir í bifreiðageymslunni og hálfnaverk þá hafið er. Ég veit ekki hvar ég á að byrja nákvæmlega, en ég verð fyrst og fremst að hugsa til þeirra sem eru nýkomnir inn í þessa mynd okkar, það er að segja sem fylgdust ekki með okkur frá upphafi og eru þá fyrst að kynnast þessum hlutum í fyrsta sinn. Við erum eiginlega að hefja núna framkvæmdir sem beðið hefur verið eftir í nær 18 ár. Það er verið að treysta okkar mannvirki og þessar skemmdir sem í bifreiðageymslunni hafa valdið þess að undirstaðan eða það að segja burðarvirki í bifreiðageymslunum að hruni komið. Margir sérfræðingar hafa farið í saumana á ýmsum burðarstöðum í bifreiðageymslunni og komast að þeirri niðurstöðu að þeir hafa ekki komist í annað eins dæmi eins og hér ræðir. Verðum við því að taka myndarlega að öllu leyti á þessum viðgerðum og saman standa í þeim að öllu leyti með Kópavogsstað og fleirum til þess að vel takist. Aðalfundurinn sem væntanlegur núna 27. næstkomandi apríl gefur okkur væntanlega þá mynd að þá aðsókn sem við óskum eftir vegna þess að þó svo við tökum ekki meira háttara ákvarðanir á þeim fundi, þá vænti ég þess að þar komi fram skýr vilji fólksins og húseigenda það hvernig þeir vilja að innheimtum verði staðið varðandi þessa framkvæmdir. En eins og við vitum öll þá eru þessa framkvæmdir þegar hafnar og það vel. Nú stöndum við stjórnin nokkuð vel að vígi hvað varðar reynslu og þekkingu, hvernig ber að haga sér í þessum innheimtu aðgerðum og stjórnin á þessu húsfélagi og hvað framundan og satt að segja held ég að stjórnin hafi skipað einn samheldan og mjög ábyggilegan hóp og við getum vel við unað því vegna þess að margir hafa stutt okkur þó svo ekki sé ekki í stjórninni með ýmsum góðum athugasemdum og eiga þér þakkirskyldi fyrir það, en stjórnin samt sem áður hefur borið hitann og þungan af þessu starfi og vil ég þá sérstaklega þakka þeim fyrir vel unnin störf. Á næsta aðalfundi verður kosin ný stjórn og ég verð samt sem áður að gefa út þá yfirlýsingu að ég reiðubúinn áfram að gegna starfi formanns Hamrabókaráðsins, komi ekki til mótframboðs og þá jafnframt hef ég heyrt það af öllum öðrum stjórnarmeðlimum að þeir eru jafnframt fúsir til þess að gefa kost á sér til áframhaldandi starfs sem að þeir þegar hafa hafið og vilja ljúka við á næstu árum. Við vitum það að þessar framkvæmdir sem núna standa yfir koma til að taka 1 til 2 ár. Samningatímabil við Kópavogskaupstað tekur það bil 5 ár. Greiðslutímabili getur verið margvíslegt og á næsta aðalfundi komum við eflaust til að heyra ýmsar skoðanir í sambandi við það og hvernig svo verður lögfræðilegt á því tekið. Við erum aftur á móti að stíga hérna fremur spor. Hamrabókaráði ekki orðið það gamalt. Það tiltölulega ungt húsfélag en stenst þó alla lagakröfur og því rétti fulltrúi húseiganda. Fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi þar að segja húseiganda frá hús nr. 14-38. Ég ætla ekki að fara mikið meira út í þessa hluti en ég geti rakið allavega fyrir þá sem eru hér í fyrsta sinn að þetta húsfélag var í raun og veru stofnað að nafninu til 1975, þar að segja 7. júní. Þá var þetta húsfélag skýrt húsfélag fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi
og var það einungis stofnað þá til þess að fullnægja ákveðnum skilyrðum annarra greinar samnings sem var gerð á milli miðbæjarframkvæmda SF og Kópavogskaupstaðar. Þessi samningur er enn í gildi. Jafnhliða á honum voru gerðar reglur. Það voru samþykktar reglur þessi bifreiðastæði sem að Hamraborgarráðið spannar yfir, og þessi bifreiðastæði átti í raun og veru að reka sem önnur bifreiðastæði á miðborgarsvæði Reykjavíkur. Fyrir lágu reglur það að það skyldi vera gjaldtaka á þessu svæði. Það skyldi vera gjaldtaka á öllum miðbæjarsvæði Kópavogs og þar á meðal í bifreiðageymslunni. Þessar reglur voru þannig uppsettar að allir þurftu að greiða ákveðið gjald. Húseigendur gátu með þrennu móti greitt ákveðið mánalegt gjald, hálfsársgjald eða heilsársgjald. Þannig að þeir urðu undanþegnir allri greiðslu skyldu og þyrftu þess vegna ekki að borga sektir. Aðri notendur bifreiðastæðanna, þeim bar að greiða í stöðumæli. Þannig voru upphaflegu reglurnar samþykktar og þannig var þetta hugsað í upphafi, og ennþá má segja að þessar reglur séu í gildi en ekki komið af fullnustu til framkvæmda. Það var svo síðan 1991, nákvæmlega 27. september, að boðað var til húsfundar meðal allra fulltrúa stigaganga í Hamraborginni á veitingahúsinu Mömmu Rósu, og þar voru málin rædd í alvöru. Í ljós kom að þá þegar hafði á undanförnum árum verið margsinnis boðað til margra funda til þess að reyna að koma á sameiningu allra húseigenda í Hamraborginni til þess að sameinast það að gera við bifreiðageymslurnar. Mörg atriði voru þá rædd og eru til í ýmsum bókunum sem eru frá þessum tíma, meginatriðin sem að við erum að framkvæma núna. Það er að segja treysta undirstöðurnar, koma í veg fyrir allan leka úr geislahlaðinu og svo framvegis. Þetta hafði margsinnis verið rætt og Hamraborgarráðið varð ekki til þennan dag, 27. september 1991, heldur var búið að finna upp nafni fyrir mörgum árum síðan. Hins vegar þá náði Hamraborgarráðið að sér aldrei að það vel á strik að það næði að vera þessi fullgildi lagalegi aðili til þess að semja við Kópavogskaupstaðar þessar fyrstu samninga og reglurnar sem setta voru á sínum tíma. Það var fyrst í september 1992 að tókst að sameina alla húseigendur í eina sæng, eins og má segja, og þannig tókst að ná ákveðnum tökum á samningsviðræðum við Kópavogskaupstað þessar reglur og rekstur bifreiðageymslana og kostnaðarskiptingu vegna þeirra. Í ljós kom að það fannst engin grundvöllur fyrir tekjuöflun vegna stöðumælana, og þrátt fyrir það að fulltrúar Hamraborgarráðsins báru þá ósk fram fyrir starfsmenn Kópavogskaupstaðar og þá sérstaklega framkvæmdastjóra framkvæmdatæknideildar Kópavogskaupstaðar að þegar yrði hafin gjaldtaka á öllum miðbæjarsvæði Kópavogskaupstaðar, og þá jafnframt bentu þeir á, fulltrúar Hamraborgarráðsins bentu fulltrúunum, það er að segja framkvæmdastjórunum og starfsmönnum hans, á að hægt var að nota ákveðna tölvu í hausa, eins og við segja, það er að segja eins og því nota núna á mörgum stöðum á Reykjavíkursvæðinu, svona stöðumæla tölvuhausa sem gáfu ákveðna miða út fyrir þá sem ætla að nota stæðin. Þessu hafnaði Kópavogskaupstaður og þessu hafnaði yfirstjórn Kópavogskaupstaðar alfarið, og þar með var tekjulið, eða að segja tekjuöflun bifreiðageymslana hafnað af þeim aðilum sem að sendu Kópavogskaupstað bréf, en það voru verslunar skrifstofu aðilar á miðbæjarsvæði Kópavogs.
Þeir komu við þau rök að ef að gjaldtaka yrði á svæðinu miðbæjarsvæði Kópavogs, þá myndi allir Kópavogsbúar renna í gegnum miðbæja Kópavogs og fara beint í Kringlunni því þar væri ókeypis stæði. Þetta eru góð og gild rök og þetta var borið fyrir fulltrúa Hamraborgarráðsins og féllust þeir á það. En þá leið vildi Kópavogskaupstaður, þar að segja fulltrúar hans, koma á móts við húseigendur og taka meiri kostnaðarhlutdeild á sig varðandi endurbyggingu og reksturinn á bifreiðageymslunum. Það var fallist á þetta líka og þessi lauk svo með samningum. Þessi lauk svo með samningum árið 1993, nánar tiltekið þann 7. maí 1993, sem gerðir voru samningar kostnaðarhlutdeild Hamraborgarráðsins, þar að segja húseigenda, sem að myndi þá taka af sér 45% af 40 milljón króna fjárhagsáætlun, en Kópavogskaupstaður myndi taka af sér 55%. Á seinni fundum með starfsmönnum Kópavogskaupstaðar þá kom það fram að það gleymdist að reikna þarna það bil 2 milljónir inn í þessa fjárhagsáætlun, þannig að heildarpakkin núna, heildarfjárhagsáætlun 41,5 milljón. Er það allt innan ramma og þær framkvæmdir sem núna eru þegar hafnar, þessi fyrsti áfangi sem svo kallaður og hann var gerður sérstakur viðaukasamningur sem varðar ekki fjárhæðina sjálfa heldur framkvæmda tímabilið. Þessi fyrsti áfangi, hann upp á 22,5 milljón og hann innan þeirra kostnaðaráætlana sem gerð var. Þess vegna vil ég segja það við alla að það þarf ekki að óttast ennþá eru þessar framkvæmdir innan marka. Við erum það í ráðinu að berjast fyrir því að halda þessu innan marka og meðan að þær eru innan marka þá samningsgrundvellinum náð. Við þurfum aftur á móti að vera vel á verði það ef að þetta kemur til að vera meiri framkvæmdir, eða komið til að vera meiri framkvæmdir heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi, þá þurfum við að standa mjög vel á verði sambandið það og kalla þá Kópavogskaupstað meira til ábyrgðar. Því að þjónustu aðilar sem að sendu Kópavogskaupstað á sínum tíma erindum það að ekki skyldi vera gjaldtaka á svæðinu, þurfa þá þess vegna þessa erindis að taka það á sig ákveðna fjárhagslegar skuldbindingar varðandi viðhald og rekstur af bifreiðageymslunum. Það segir sig sjálft. Húseigendur einir geta ekki tekið á sig alfarið allt viðhald og allan rekstur af bifreiðageymslunum leið og þjónustu aðilar á svæðinu þurfa ekkert að greiða. Ég veit það, í viðtölum mínu við marga forystumönnum þjónustu aðila á miðbæjarsvæðinu þá þeir tilbúnir að gera það. Og samkvæmt greinargerð sem að ég hef undir höndum sem var samþykkt í bæjarstjórn árið 1984 stendur skýrt og greinilega að þjónustu aðilar á miðbæjarsvæðinu eiga að greiða ákveðið gjald til stöðureita á miðbæjarsvæðinu og 75% af því gjaldi færi til útireita en 25% færi til innireita. Þessi innireitir eru einungis til í Hamraborginni og nú komið því hjá okkur að skora á Kópavogskaupstað að innheimta samkvæmt þessari samþykkt sinni sem var samþykkt árið 1984. Ég veit ekki hversu mikið fulltrúar Kópavogskaupstaðar eða bæjarfulltrúar eru meðvitaðir eða vita þessa bókun en hún til staðar. Ég hef ekki heyrt af því að það sé búið upphefið þessa bókun en ég vonast til að allir leggist á eitt núna að þrýst á það á Kópavogskaupstaður taki núna alfara að sér allan rekstur og allt viðhald bifreiðageymsluna í framtíðinni eftir að búið að gera við þær. Að lokum vil ég segja þetta. Ég held að það sé verið að æra óstöðan með því að vera að tíunda hvert afrek, ef má svo segja,
stjórnarinnar, en allir stjórnarmeðlimir, þeir hver af öðrum unnið alveg óslitið og mjög samviskusamt starf og eiga þeir allir mínar þakkir skildar fyrir það að hafa þolað það ónæði sem að ég olli þeim á þessum tímabili. Ég hef jafnframt fregnir að því að allir eru þeir tilbúin til að gefa kost á sér, þessir stjórnarmeðlimir sem núna sitja í stjórn. Og ég er reiðubúin til þess að gegna áfram formennsku í þessu starfi komi þessi stjórnmenn til þess að setja áfram. Og vil ég því koma þeim boðum á framfæri við húseigendur að hálfnanverk þá hafið er og viljum við því þess vegna þessi samhentu hópur, stjórnin, Hafnarborgarráðið og ég ljúka þessum verki þó að taki næstu 3-4 árin vegna þess að ég veit að það sem við erum að gera núna er það eina rétta í stöðunni. Og að lokum vil ég segja þá við alla, ég vona að við sýnum öllum þeim sem að vinna hér ötul starf í Bifreiðagiftin til að koma þessi mannvirki lag, umburðarlyndi og þá leið þolinmæði. Og að lokum segi ég þetta, ég hlakka til að sjá ykkur á komandi sumri og verið sæl. Já, komin aftur sæl. Þá erum við komin að húsfélaginu, Hamraborgarráðið. Þó að ég sé ekki nýtt lögfræðingur, þá er samt sem áður búin að lesa mig það til í lögunum að við getum svona rætt almennt hinn og þessa hluti hvað varðar þetta húsfélag Hamraborgarráðið. Verksvið þessa Hamraborgarráðs er fyrst og fremst bifreiðageymslan, kapalkerfið og svo samskipti við Kópavogskaupstað garðinn. Enda við komum til að kynnast því á næstunni að þegar umrót verður í garðinum þá kemur Kópavogskaupstað til að hafa mikil samskipti við okkur hvernig við viljum hafa garðinn okkar þó svo að Kópavogskaupstað sjálfur komið til að standa straum af öllum viðgerðum þar. Við aftur á móti erum komið með okkar svokallaða merki sem heitir auðvitað logo sem er okkar tákn og ég held að hafa vel til tekist í því sambandi og svona nokkurn veginn gefur okkur þessa skoðu sameiginlegu mynd. Þannig að það myndast svona nokkur skonar samhygð hjá okkur öllum. Hamraborgarráðið er í raun og veru hópur 226 séreignaraðila. Þessi séreignaraðilar eru auðvitað að mestu leyti til íbúðareigendur en þó eru þetta nokkur margir eigendur verslunar og skrifstofuhúsnæðis og aftur á móti er þarna talað fjölda 226 eignaraðila sem þýðir það er 212 íbúðareigendur. Samkvæmt tölum, þegar við erum að tala 212 íbúðareigendur þá segja mér fróðir menn að meðal fjöldi á hverja íbúð sé 2,6 íbúar á hverja eign miðað við þann aldur sem að hér er. Miðalaldur og það segir sér sjálft að með slíkum útreikningum að þá sé hér á milli 540 til 570 manns eða tæplega 600 manns sem eru hér jafnvel að staðaldri. Og má reikna með því að þegar mest er að vera í Hamraborginni og við Hamraborgina þá sé að staðaldri alltaf því 1000 manns hér á ferðinni. Þegar á mesta annan tímanum. En hvað sem því líður, þá erum við að tala hér húsfélagið sem að samanstendur að þessu 226 séreignaraðilum. Hamraborgarráðið sjálft aftur á móti hefur þær reglur sem samþykktar voru á aðalfundi þessi fyrra 27. apríl. Þær reglur að stjórnin, framkvæmda stjórnin sem kosin hverju sinni skuli hafa sér til fulltingis
14 manna ráð. Þetta 14 manna ráð er þannig skipað að hver húsfélagsdeild, eins og er nefnd í nýju lögunum sem kemur einan rétt að og eftir, er í raun og veru samanstendur af ákveðnum hagsmunahópi sem á sér fulltrúa í ráðinu og endurspeglar þá leið vilja húseigenda þeirra deildar í ráðinu í sambandi við hinn húsdeildirnar. Aftur á móti er fyrst og fremst stjórnin sem er kosin á aðalfundi þessa 226 séreignaraðila sem hefur þetta alræðisvald. En reglurnar segja til það að stjórnin skuli taka tillit til vilja Hamraborgarráðsins og fara eftir ákvörðunum þess. Þarna er ákveðna bæði samfélagslega skiptingu valdsins að ræða og svo hina lagalega skiptingu valdsins að ræða. Ég held að þetta hafi tekist mjög vel til á þessum 2 árum sem Hamraborgarráð hefur starfað og ég á ekki von öðru en að það takist vel í framtíðinni. Þessi nýju lög sem nú voru samþykkt, sem heitir lög fjöleignarhús, skýra betur stöðu hverra eignar fyrir sig í Hamraborginni, betur heldur en gömlu lögin sem eru þó í gildi til áramóta. Lögin segja til það að það séu lög fjölbýlishús. En nú vitum við ósköp vel að Hamraborgin einn stendur samastendur bara ekki af einu fjölbýlishúsi, heldur er líka verslun og skrifstofuhúsnæði. Svo að nýju lögin í raun og veru komu til að greiða úr ýmsum ágreiningi og úr ýmissi óvissu sem hefur verið uppi Hamraborgarráðið. Hamraborgarráðið er í raun og veru einungis húsfélag bifreiðageymslur og kapalkerfið og svo geislahlaðið eða geislagarðin eins og sumir vilja kalla hann, en það skiptir ekki miklu máli. En geislahlaðið er það að segja að Kópavogskausta kemur alfarið til með að sjá alla framkvæmdir og viðhald á honum. Eina sem við þurfum að gera það er að hafa við höfum ákveðin tillögurétt það hvernig við viljum hafa hann, þó svo að Kópavogskausta komi til með að annast allan undirbúning og kostnaðinn við hann og svo framkvæmdir og lúkningu á þeim. Ég held ég hafi nú ekki svo fleiri orð þetta húsfélag. Það skýrir sig sjálft á væntanlegum fundi sem verður á síðasta fundi Hamraborgarráðsins. Þá verður úthlutað sérstökum möppum frá stjórninni til hverjar húsfélagsdeildar fyrir sig. Það sem þessi mappa er ákveðin tengiliður þeirrar húsfélagsdeildar og Hamraborgarráðsins. Í þessari möppu koma gömlu lögin til að fylgja, svo og nýju lögin sem samþykkt voru og þá leið ýmsar upplýsingar sem eiga að fylgja til þess að betur takist til að ná sambandi við ýmsa fulltrúa Hamraborgarráðsins, þar að segja þeirra deildar sem menn vilja ná sambandi við. Þá er ég að tala það að það er búin til ákveðin tengimannalisti eða tengla. Ég held að ég hafi ekki þetta meira að segja, en veit til þess þá allavega að nýju lögin eru miklu ítalegri og betri og eiga miklu betur við samsetningu þessa húsnæði sem Hamraborgin er. Takk fyrir. I've been holding back too long, feelings grow. I'm bursting at the seams to let you know just how much you mean to me. So listen from now on, honey. Yes, I swear from the morning light to when we lay down in the night, babe, I'll be there. Oh, this I swear. Já, komið enn og aftur sæl. Þá skulum við tala félagsaðstöðuna. Það var mikið þrekverki hérna að árinu 1992 þegar ráðist var hér í þetta húsnæði hérna sem bæði upptökusalurinn er í og svo félagsaðstöðan, það sem búið að halda marga góða veislurnar. Þá var ráðist í þetta af miklum krafti af hópi fólks. Hér var hreinsað, brotið og bramlað og endanlega kom út úr þessu hinn fallegasta félagsaðstaða.
eiga allir þakkir skildar sem að unnu þarna alveg mjög gott starf og komu þessu á laggirnar. Með þessu gátum við búið til nokkurs konar samkennd í Hafnarborginni, því að við finnum það öll núna, hvar sem við erum í Hafnarborginni, þá eigum við okkar hér félagsaðstöðu sem að rúmar alltaf 60 manns í sæti, og þar að ekki hægt að halda hér ýmiss konar mót, fjölskyldumót eða fundi, eða þá bridge-samkomur eða saumaklúbba, hverju nafni sem það nefnist. Ekki einungis að það að félagsaðstæðan og hún gefi svona gott af sér félagslega, heldur líka það að hún undirstingur það að Hamraborgaráði geta haldið sína fundi án þess að vera að halda þá í einhvers konar þvottahúsum eða stigagöngum, einhverju öðru slíku, að þá það hér aðstæðan sem fyrst og fremst grundvallar það að fólki tekur mjög alvarlega það sem það að framkvæma hér innan hús, og þá leið full ábyrgð sem fylgir því að sinna hér ákveðnum störfum. Sem sagt að félagsaðstæðan, ekki bara félagsaðstæðan, heldur líka það að hér skrifstofan og hérna þungamiðja þeirra vinnu sem að fer fram vegna framkvæmdana í bifreiðageymslunni. Auðvitað er hægt að hafa hér meira starf, og kannski er það æskilegt að hafa hér meira starf. En hins vegar þá það mjög mikil vinna sem hvílir á herðum fólks við að hafa hérna starf, og þetta allt ólaunuð vinna, og því ekki hægt að gera neina kröfur þar að lútandi nema þá að það sé greidd laun fyrir það. Þessa hluti verður auðvitað þorri eignar aðila að ræða á aðalfundi með hvaða hætti á að reka þetta húsnæði. Það hefur þegar verið nýtt til ýmiss konar fundarhalda og veisluhalda, og það sýnt að það hægt að halda hér upp í ágætum rekstri og tekjuöflun ef allir legðust á eitt. Og vil ég því sambandi þakka þeim fyrst og fremst sem hafa unnið hér alveg ómelt starf fyrir þeirra störf í þágu þessara félagsaðstöðu. Og veit ég það að það eru margir sem eru tilbúnir svo í framtíðinni að leggja hönd á plóginn, og skora ég því á þá að hafa sambandi við Ágústu Jónsdóttur í síma 460 og 523, þeir sem vilja leggja eitthvað hönd á plóginn eða koma hér einhverju skemmtilegu og auðvitað þroskandi félagsstarfi á. Takk fyrir. Já, komið enn aftur sæl, þá komið að kapalkerfinu. Þetta hefur verið svolítið umdælt atriði með kapalkerfið og uppsetningu gervihnatadisks, en það eins gott að við klárum það mál endanlega og ljúkum því hér. Uppi hefur verið ágreiningur uppsetningu þessa gervihnatadisks og margir vilja telja það ólöglegt. Svo lítum við ekki á. Það hefur verið uppi ýmsar umræður, bæði hvað varðar fjölvarp svo kallaða sem að einu sjónvarpsstöðin hefur verið með hér uppi, og svo uppsetningu gervihnata sjónvarpsstyrks hér í Hamraborginni. Ég nú var þess heiðurs aðnjótandi að fá að ræða við Sigurð Helga Guðjónsson sem nú mjög fróður maður þessa hluti og lögmaður, sem hefur meðal annars unnið að smíði lagafrumvarps fjöleignahús. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að ræða við hann í útvarpinu á Rás 2 fyrir nokkrum misserum síðan, og kom þá einmitt þetta til tals varðandi stöðu fjöleignarhúsa uppsetningu á gervihnatadiski.
Það voru ýmsar deilur það atriði hvort að þetta væri löglegt eða ólöglegt. Hins vegar er það alveg skýr túlkun Hamraborgarráðsins, þar að segja stjórnarinnar, á því að uppsetning disksins var ekki svo kostnaðarmikla framkvæmd sem kveðið á lögunum að það þurfi að bera það undir ákveðin og tilskilin fjölda. Hér að ræða endurnýjun á loftningsbúnaði alls hússins og samtengja hann öllum stigahúsum. Þetta endurnýjun og eðlilegt viðhald. Hvað var að gerfinættadiskinn, hann algjört auka atriði þessu máli og hann skiptir minnstum máli varðandi kapalvæðinguna og endurnýjuna á öllum þeim sjónvarpsmerkjum sem við tökum við. Við erum þegar komin inn í framtíðina með uppsetningu þessi kapalkerfis og meðal annars það núna að við erum tala saman núna, augliti til auglitis, erum við að koma fram á framfæri ákveðnum auglýsingum með ákveðnum hætti til þess að auðvelda störf stjórnarinnar á Hamraborgarráðsins svo og allra sem að framkvæmdum í bifreiðageymslum og garði standa. Þess vegna held ég að við getum verið sátt núna með stöðuna á kapalkerfinu vegna þess að það kemur til að þjóna í framtíðinni miklu félagsstarfi svo og upplýsingamiðlun. Sérstaklega núna þegar kosningar eru í vændum þá veit ég það að margir fulltrúar stjórnmálaflokkana hafa í hyggju það að ræða við fólkið í beinni útsendingu jafnvel svo að það geti hringt úr stofunum sínum og til frambjóðandana og lagt fyrir þá ýmsar spurningar sem varðar auðvitað þá fyrst og fremst Hamraborgina, stöðu hennar og bifreiðageymsluna á miðbæjarsvæði Kópavogs. Svo ég held það að við getum öll samið frið þetta kapalkerfi hér eftir og ég virði auðvitað fyrst og fremst andmælarétt allra sem að töldu að troðið hafi verið á sínum tíma en ég vil fullvissa þá það að sölugildi hverra eignar og mat á hverja eign hefur hækkað og aukist fyrir bragðið að þetta kapalkerfi komið á. Margir hafa verið að tala það hvort að eiga að fjölga ákveðnum rásum á gervihnatta sjónvarpinu. Þetta vil ég segja. Það ekki á vegum Hamraborgarráðsins að fjölga neinum rásum vegna þess að það ekki hægt, ekki lagalega hægt að skylda fólk til þess að greiða afnotagjald að einu eða neinu. Við vorum einungis að setja upp búnaðinn til þess að taka við þessum hlutum. Sambærilega má segja það að við sem að leggja einn krana inn í íbúð en það alveg á valdi hvers og eins hversu mikið vatn hann notar úr honum og hvort að það veri kalt eða heitt, gult eða rautt, það skiptir ekki máli. Við getum ekki skylda fólkið til þess að nota kranana og þess vegna getum við ekki skylda fólkið til þess að greiða afnotagjöld eða greiða afnotagjöld af ruglara fyrir gervindar rás. Það kemur ekki til greina. Aftur á móti sá möguleiki fyrir hendi að ef að myndast í Hamraborginni einhverjir áhuga hópar einhverjar rásir þá geta þeir með einföldum hætti safnað auglýsingum, svona skjámyndum eins og þegar hefur verið gert og það þarf ekki nema 10 slíkar auglýsingar til þess að opna eina rás árlega. Slíkt ætti að vera hægt sé áhugi fyrir hendi. Við höfum þegar núna möguleika á að taka á móti merkjum frá 47 gervihnöttum ef við óskum eftir því. Það allt í lagi. Þessar 4 rásir sem núna eru fyrir marga nóg. En ef einhverju vilja fá fleiri rásir, þá skulu þeir safna saman 10 auglýsingum, skjáauglýsingum sem hver metin á 4.000 krónur og setja þar inn í kerfið og þá mun kapalkerfið innheimta þessa auglýsingar og koma þeim þá í verð í þeirri rás sem að þessi viðkomandi aðilar óska eftir. Þetta leiðin. En við getum ekki skattlagt einn eða neinn umfram það sem við þegar hefum gert. Þess vegna skora ég á alla
á alla sem eru í Hamraborginni að sameinast þessar rásir sínar eins mikið og þau geta og vera mjög vandaðir í vali og auðvitað ryðja brautina til þess að við opnum þá víðsýni okkar út í heim mun betur. Og að lokum vil ég segja þetta: kapalkerfið er komið til þess að vera og verið það velkomið og þið öll verið velkomin í Hamraborgarásina. Takk fyrir.